En til mín komin framkvæmdastjóri Árborgar, Ásta Stefánsdóttir. Sæl. Sæll og blessaður. Ertu Eurovision fan? Já, ég get Þú fylgist alltaf með þessu? Ekki alveg sagt það. Ég fylgist aðeins með þessu. Ég horfði á þáttinn sem var á laugardaginn. Já. Ég horfði ekki á þáttinn sem var þar á undan. Þannig að ég er svona veit minna lögin sem voru þar. Já. En mér varst alveg fullt af fínum lögum í þessum þætti sem var núna síðasta lögum. Já, það er nefnilega mikið af flottum lögum sem er að keppa núna. Já. Sem er frábært. Við höfum bara fullt af rosalega flottu tónlistafólki. Það er nú bara ekki hægt að segja annað. Já. Algjörlega. En hvað er að frétta af okkar ágæta sveitarfélagi? Það er nú bara allt ágætt. Já. Mikið að vera. Já. Það er verið að byggja eins og enginn sem morgundagurinn. Já, það er uppgangur. Það er uppgangur. Það hefur mörgum brúðið brún sem hafa keyrt þarna suðurhólana á þetta Gráhellu. Það eru bara stæðurnar af byggingarefni og verið þar að rusla upp fleiri íbúðum. Já. Þannig að það er mikið að vera. Og svo er búið að taka grunninn við Austurveginn. Já, það er einmitt bara verið að vinna í því og þetta er alveg skotgengur. Það er bara frábært. Á dögunum varstu í viðtali við Dagskrána og núna inn á heimasíðunni hjá þeim að þá talaðir nýja dælustuð og þeir náttúrulega eru búin að vera að bora eftir heitu vatni. Já, það er mikið að gerast í sambandi við rauninni allar veiturnar sem sveitarfélagið rekur. Það er verið að bora eftir heitu vatni. Já. Í Laugardælum og svo líka búið að vera að gera svona rannsóknarholur hérna bara á Árbakkanum. Rétt við brúarsporðin var verið að búa. Hvað hefur komið út úr þeim? Það sem er búið að vera að gera núna alveg síðast, það lofar góðu, það er hiti. Já. Það er ekki búið að bora svo djúpt að það sé vita hvort sé vatn, en það er svona að vera að leita að hitanum. Já. Og það vita á gott og í Laugardælum er búið að bora niður á einhverja 1600 metra eitthvað svoleiðis. Það er enda stoppverkið eins og bara út af bílunum. En það er líka svo sem lítur ágætlega út. Þetta er ekki komin endalega niðurstöður en það úr þessu en allavega við erum ennþá vongóð. Já. Og í vatnsveitunni það er líka alltaf verið í einhverjum framkvæmdum og bæði fyrir vatns- og hitaveitu erum við núna að fara að staði að byggja dælustöð við gatnamótin að Eyrarbakka-Stokkseyri. Já. Og það til að laga þrýsting á vatni þar. Sem hefur verið Já, það hefur gengið erfiðlega að halda honum nægum. Já. Og þetta er heilmikil framkvæmd. Og síðan auðvitað í fráveitunni, málana með kúkin í lauginu og allt það. Það er þetta... Það búið að gera nógu mikið grín að því. Já. Það er verið að vinna í þeim málum áfram og það sem er verið að gera núna er að við erum ennþá svolítið föst í þessum skipulagsfasa því það þarf að gera þannig umhverfismat áætlana sem heitir. Og það er nú prógram sem það tekur meirinn ár. Já. En það er svona verið að íta því úr vör. En það er bara nauðsynlegur undanfari framkvæmda og við megum í rauninni ekkert byrja þó okkur langi að byrja það verkefni að geta farið að hreinsa skólpið sem við teljum vera til bóta þá fyrir umhverfið. Það megum ekki gera það fyrir búið að fara að mata umhverfisáhrifum. Já. Þannig að það er núna stóra málið hjá okkur. Þetta þarf allt saman að vera samkvæmt lögum? Þetta þarf alltaf að gerast í réttir röð. Já, það er ekki hægt að gefa byggingarleyfi fyrir hreinsinstöðunum, maður sé hvað það er deiliskipulag og það er ekki hægt að gefa deiliskipulag en maður sé hvað að fara umhverfismat, þannig að þetta býtur allt í skotti hvað öðru. Skipulagsvinna við nýja miðbæjan og Selfossi, það er í gangi núna? Já, það er í gangi og bara ég heldur við séum bara svona sjá fyrir endan á þeirri vinnu innan tíðar. Já. Og bara halda áfram með það og... Er þetta nokkuð að komast á ljóst með lóðir og annað? Já, þetta er svona verið að greiða úr ýmsum flækjum hana. Já. Þannig að þetta fer bara að líta nokkuð vel út. Og maður fer að sjá einhverja framkvæmdir bráðum? Ég vonast til þess. Já. Það eru þetta aðrir sem eru að vinna í því að fjármagna það. Já. En ég heyri ekki að það sé bara ágætis gangur í því. Já. En svo eru við fleira í skipulagsmálunum. Við vorum núna bara í bæjarráði í morgun var verið að samþykkja það fari í auglýsingu til að deiliskipulagi. Það eru 3 nýjar götur í Hagalandinu. Á landi sem sveitarfélagið á þar næst ánni og þar erum við að sveitarfélagið eignast þetta land og þá var það deiliskipulagt þannig að það var gert ráð fyrir að það var eingöngu einbýlishús. En það er kannski ekki alveg það sem markaðurinn er að kalla eftir, þannig að við gerðum aðeins breytingar á þessu og það er núna tillaga blandaða byggð, það sem er reyndar mestuleiti einbýlishús en koma líka nokkur parhús og örfá raðhús sem er 3 íbúða raðhús. Og þetta er að fara þá í deiliskipulag í auglýsingu og þetta geta allir gert athugasemdir sem að hafa eitthvað við þetta athuga og svo bara unnið úr þeim. En við erum síðan með það inn í fjárhagsáætlun þessa árs að ráðast í hönnun á allavega einnig af þessum 3 nýju götum þarna. Þannig á næsta ári þá ættum við að geta úthlutað lóðum á þessu svæði. Já.
og það heilmikið að byggjast upp þarna í kring í Hagalandinu þannig að þetta svona það svona ýmsum stöðum sem verið að vinna í framkvæmdum. Erum við ekki bara í svona þokkalegu góðæri? Jú, ég held það og það mikið hérna, eins og ég segi, það mikið verið að byggja, það afskaplega lítið af fasteignum að íbúðarhúsnaði hérna á sölu. Það bara þannig? Það bara mjög lítið og sumt hérna, eignir ég að vilja seljast á yfirverði. Já. Nú svo að við höldum aðeins áfram þessi skipulagsmál, þá erum við líka fara á stað, vonandi bara munum við senda það út núna setna í þessum mánuði að leita tilboða í gerð deiliskipulags á næsta byggingarlandi sveitarfélagsins sem úr Björkurlandinu svo kallar Björkustykki. Já. Og það sem sagt sunnan við Suðurhóla meðfram Eyrarveginum og Eyrarbakkaveginum. Já. Í áttina þar sem að stóra tjaldsvæðið okkar sem við notum fyrir landsmótin. Og þar þetta eru nokkru 20 hektara. Og það á að fara að byggja? Það á að fara að deiliskipuleggja og síðan hönnum við og leggjum götur og síðan verður það hægt að fara að byggja þar í framhaldinu eftir kannski 2 ár eða eitthvað svo leiðis. Það getur möguleiki að byrja þar. Þannig að við erum svona að huga því að eiga tilbúið næsta byggingarland. Þetta hefur sveitarfélagið kannski aðeins haldið þessir höndum með að fara að brjóta nýtt land undir byggingar því það hefur gríðarlega mikið verið til af lóðum í eigu einkaaðila í þessum hverfum sem byggðist upp hérna og fóru að stað fyrir hrun og stoppuðu svo kannski aðeins en í alveg fullu gangi núna og þar vildum við sjá svona hvort að svo fjárfesting bæði sem sveitarfélagi og einkaaðilar voru búin að leggja í það hún geti gengið upp áður en farið að ráðast í ný landsvæði en núna erum við svona komin á þann tímapunkt að við þurfum að fara virkilega að huga því að hafa næsta hverfi tilbúið þegar að þar að kemur. Og talar þetta nýja hverfi þarna hjá Suðurhólum og bara uppbygging út allt. Já. Hefur eitthvað spáð í það ef þú horfir svona 10-20 ár fram með tíman hver íbúafjöldi geti orðið? Kannski ekki beinlínis en það fjölgar frekar hratt hjá okkur. Já. Og hérna Þau erum ekkert með einhver svona áætlun? Þetta er skrifað inn í ýmsar áætlanir eins og aðalskipulagsáætlun og þess aftar. Það svona ákveðin spá. Ég var svona kannski ekki stúdera hana nýlega en við höfum aðeins verið að skoða þetta út af þörf fyrir uppbygging á grunn- og leikskólum og við erum með starfshóp sem skila nú bara örugglega af sér í þessu mánuði tillögum næstu skref í þeim efnum. Þar eru þetta búið að vera að rýna þess í hverjar eru íbúðatölunar eftir hverfum og svona hvað sjáum við fyrir okkur bara með kannski þá þróun sem við höfum séð síðustu misserinn, það hefur verið að fjölga svolítið hratt hjá okkur. Já, og minna íbúafjöldi í dag í Árborg er 8.500 og eitthvað. Já. Man nú ekki töluna, við vorum með í bæjarráði morgun. 8.517 eða 20 eitthvað slags. Það fjölgar ört. Sko. Það er bara þannig. Já. Svona áður að við ljúkum þessu núna á dögunum voru gerðar gönguskíðabrautir. Er þetta eitthvað sem að Árborg kallar að? Já, þetta var gert hérna árum áður. Já. Svo einhvern veginn svona datt þetta niður og kannski misjæmt þetta milli ára hvernig snjóalögin hafa hendað í þetta. Já. En svo var drifið í þessu núna og þetta bara vakti talsverða lukku. Þannig að þetta er eitthvað sem við hugum að bara þegar aðstæður leyfa. Þegar snjóar passlega. Þegar snjórin liggur svona jafnt yfir, þetta er náttúrulega alveg kjörið. Nákvæmlega. Ráðhúsið verður lokað eftir hádegið á morgun? Já, það er fræðsla fyrir starfsfólk. Já. Þannig að við skellum bara lás hana. Þannig að það er komið á framfæri. Já. Annars bara allt gott? Já, bara eins og ég segi, allt á fullu. Allt á fullu. Takk fyrir þetta, Ásta. Já, takk.